Félag flugumferðarstjóra hefur boðað til 5 tímabundinna verkfalla í vikunni. Það fyrsta hefst í kvöld. Deila þeirra við samtök atvinnulífsins í hnút. Hálaunastétt segir SA sem fari fram á meira en aðrir hafi fengið. Ísraelsher og Hamas samtökin saka hvor aðra brot á vopnahléssamkomulagi. Yfir 30 féllu í loftárásum Ísraelshers í dag og herinn hefur stöðvað neyðaraðstoð til íbúa Gaza. Allt högt á stuðningi mjög slæmt fyrir Úkraínu og kostar mannslíf á víglínunni, að mati öryggis- og varnarmálasérfræðings NATO. Stuðningur Evrópuríkja hefur dregið saman rúmlega 40% frá því í sumar. Hækkun hitastigs og örari sjávarflóð meðal áhrifa loftslagsbreytinga hér á landi. Nýr vefur Veðurstofunnar á að hjálpa fólki og stjórnvöldum að taka upplýstari ákvarðanir fyrir framtíðina. Starfsmenn plastiðjunnar Bjargs Iðjulundar á Akureyri anna vart eftirspurn eftir vélatuskum úr endurunnum textíl. Handklæði frá skemmtiferðaskipum meðal þess sem þau keppast við að endurvinna. Gott kvöld. Verkfallsaðgerðir flugumferðarstjóra sem hefjast að óbreyttu í kvöld hafa mikil áhrif, segir framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins. Stéttin sætti sig ekki við að semja á sömu nótum og aðrir. Framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins segir að boðaðar verkfallsaðgerðir flugumferðarstjóra muni hafa mikil áhrif bæði á flug til og frá landinu sem á yfir landið. Þetta bitni á ferðum fólks almennt sem á ferðaþjónustunni sem sé ein af undirstöðu atvinnugreinunum. Hver dagur sem feli í sér algjörar flugstöðvun kosti samfélagið 1,5 milljarð króna og hafi áhrif á orðsporið. Því miður þá staðan svo að hér erum við með hálaunastétt sem í skæru verkföllum og ekki tilbúin til þess að sætta sig við í rauninni það að fá sambærilega launahækkanir eins og samið hefur verið við aðra og það einfaldlega staðan. Hún segir að búið var að ganga frá samningum við flugumferðarstjóra ef kröfur þeirra væru á sömu nótum og annara. Nefnir hálaunastétt, geturðu gefa okkur dæmi hvaða flugumferðarstjóra hafi laun? Eins og ég segi, fyrir þá í samanburði við þær stéttir sem við erum að semja þá þessi stétt með mjög há laun. Við vitum það að grunnlaunin samkvæmt Hagstofunni eru yfir milljónum mánuði og regluleg heildarlaun ennþá hærri heldur en það. Þannig að þetta í rauninni hálaunastétt í samanburði við margar aðrar stéttir sem við erum að semja við. Ríkissáttasemjari sagði í samtali við Fréttastofuna að ekki væri ástæða til að boða til funda núna, stíft hafi verið fundað fyrir helgi, en eitthvað nýtt þurfi að koma fram. Líklega verður þó fundað innan nokkurra daga. Aðspurð hvort að lagasetning sé eina úrræði, segir Sigríður Margrét. Þetta staðan núna. Við erum hér með þessi skæru verkföll boðuð næstu 5 daga og við verðum að muna það að á hverjum einasta degi í október og nóvember þá eigum við von á það bil 6.000 gestum til landsins. Ferðaþjónustan ein af undirstöðu atvinnugreinum okkar og svona skæru verkföll hafa auðvitað mjög mikil áhrif. Þannig að við verðum að horfa á stöðunni svona við verðum að átta okkur á því að þetta stétt sem ekki tilbúin til þess að sætta sig við það sama eins og aðrir hafa samið og skoða þá hvað til ráða. Flugumferðarstjórar hafa boðað til 5 tímabundinna verkfalla í þessari viku. Að óbreyttu hefst fyrsta verkfallið klukkan 10 í kvöld og stendur til klukkan 3 í nótt. Flugfélögin hafa hliðrað eða aflýst flugi til að draga úr röskun. Aðfaranótt þriðjudags hefur verið boðað til aðgerða frá 3 til 7 morguninn og á fimmtudag frá klukkan 2 eftir hádegi til 7 kvöldið. Á föstudag eina vinnustöðunin sem sérstaklega beint að Reykjavíkurflugvelli en sú vinnustöðun boðuð frá klukkan 12 á hádegi til 5 síðdegis. Síðasta verkfallið sem áætlað í þessari lotu á laugardagsmorgun frá 5 til 9. Formaður Félags íslenskra flugumferðarstjóra hafnar því að kröfur þeirra séu umfram það sem samið var við aðra. Það bara ekki rétt Við erum með sú leið sem að farin var á almenna markaðnum fyrir rúma ári síðan gengur ekki fyrir okkur og okkar mati út frá launatöflunni sem við erum með fyrir og við höfum síðan þá verið að reyna að finna einhverja leiðir til þess að koma launaþróunartengingu á ásamt því að taka sömu hækkunum og aðrir.
Hún segir að þið séu að hálauna stétt með grunnlaun upp á 1.000.000 og regluleg meðalaun töluvert umfram það. Hverju svarar því? Sko grunnlaunin okkar nú ekki hærra en það. Ef við tækjum sömu hækkanir og allir aðrir þá fengjum 2 neðstu þrepin okkar krónutöluhækkun, þannig að þau nú ekki hærra en svo. Þetta bara sama umræðu kemur upp í hverjum einustu viðræðum þessi meðalaun og allt þar að lútandi. Og bak við þessi meðalaun eins og ég myndist á í síðustu viðræðum bara óheyrli yfirvinna hjá þessari stétt vegna manneklu sem ekki okkar ábyrgð. Og það kallað eftir ábyrgð og það talað mikilvæga ferðaþjónustuna fyrir þjóðarhag og svo framvegis. Hvernig svona sjá þið þetta? Ég sé ekki alveg hvernig öðruvísi við ættum að beita okkar verkfallsvopni en gegn flugumferð. Það eiginlega okkar eina úrræði, sko. Telurðu ástæðu til að hafa áhyggjur af því að mögulega verið sett lög á okkur? Auðvitað vitum við af þessum möguleika þessu að þetta getur alveg gerst, sko. Ég hef ekki kannski áhyggjur af það, ég hef ennþá trú á þetta leysist, þetta hlýtur að leysast. Yfir 30 voru drepin í loftárásum Ísraelshers á Gaza í dag og þar á meðal börn. Yfirmaður ísraelska hersins segir árásirnar svar við broti Hamas-samtakana á vopnahléssamkomulaginu. Ísraelsher hefur stöðvað neyðaraðstoð á Gaza. Í yfirlýsingu ísraelska hersins segir að ísraelskir hermenn hafi verið að vinna í nágrenni Rafah í samræmi við vopnahléssamkomulagið þegar liðsmenn Hamas-samtakana hafi ráðist að þeim. Í kjölfarið hafi Ísraelsher ákveðið að hefja loftárásir til að útrýma allri ógn. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, fundaði í morgun með varnarmálaráðherra landsins og yfirmönnum hersins. Á þeim fundi á Netanyahu að hafa fyrirskipað árásir. Háttsettur leiðtogi Hamas-samtakana segir í yfirlýsingu að samtökin standi enn við vopnahléssamkomulagið og sakar Ísraelsherum brot á því með loftárásum sínum. Varnarmálaráðuneyti Gaza segir að 21 hafi verið drepinn í árásunum í dag, þar á meðal börn. Talskona Ísraelsstjórnar segir vopnahlé enn í gildi, en að hermenn eigi rétt á að grípa til varna sé ráðist að þeim. Hún sakar Hamas-samtökin að standa ekki við samkomulag frelsun gísla. Hamas knows where our hostages are located inside of the Gaza Strip. We are aware that when Hamas feels the pressure from Israel and the United States, they start to return more of our hostages' remains. Let's reiterate the facts here. Hamas is required to uphold its commitments to the mediators, including President Trump, to return our remaining hostages as part of this agreement. The Prime Minister has made it abundantly clear there will be no compromise and Israel will spare no effort until all of our fallen hostages are home. There are 16 more hostages that need to be returned. Úkraínskur sjálfboðaliði hefur áhyggjur af minnkandi stuðningi alþjóðasamfélagsins til Úkraínu. Hún hefur sinnt sjálfboðaliðastörfum í hjúkrunarteymi úkraínska hersins frá upphafi stríðsins. So here we're packing all our tactical medicine supplies. I believe that we have only two ways. You are in the defending forces or you are for the defending forces. It's really hard. I'm not a medic, but all the pictures that I have in my phone, it's boys and girls with cut off legs, the things that not a lot of people can handle to see. Got here the first aid IFAC kits that we are packing. I've bought already more than 200,000 of tourniquets. Oops, a lot of, yeah. We used to do the things like by ourselves and not to wait help from no one, even from our own government. The last 3 years I raised something about $15 million. I feel like all the world are looking at us like the show on Netflix, and it's like the season 3. And they're like get bored. It's what I feel, unfortunately. Aðstoð Evrópuríkja við Úkraínu nam að jafnaði 3,5 milljörðum evra á mánuði frá árunum 2022 til 2024 eða tæplega 500 milljörðum íslenskra króna.
Framlögin voru hækkuð upp í 4 milljarða evra fyrir hluta þessa árs til að vega upp á móti því að Bandaríkjastjórn ákvað að hætta sínum stuðningi. Framlög hröpuðu svo niður í rúma 2 milljarða evra í júlí og ágúst á þessu ári eða í 285 milljarða íslenskra króna. Framlög Evrópuríkja hafa því dregið saman 43% frá sumri. En hvað getur skýrt það? Það er mjög slæmt fyrir Úkraínu að fá ekki þann stuðning sem þau þurfa, hratt og þau þurfan. Og öll svona bið, sem að hjá okkur er bara eitthvað pólitískt bið og högt í einhverjum innkaupakerfum, skiptir alveg gríðarlegu máli fyrir Úkraínu og kostar mannslíf á víglínunni. Þannig að fyrir Úkraínu er þetta bæði, kostar mannslíf á víglínunni en líka bara pólitísku skilaboðin í samhengi við það að reyna að keyra áfram eitthvað baráttu, þrek og baráttu, huginn í rauninni að því að þú heldur að stuðningurinn sé að minnka það. Pearl er heiti á fjárhagsaðstoð NATO-ríkja við Úkraínu og var samþykkt miðjan júlí. Aðstoðin felst í að Evrópuríki og Kanada taka á sig aukna ábyrgð á vörnum Úkraínu, meðal annars með kaupum á bandarískum vopnum sem eru afhent Úkraínuher. Ég myndi vera svona allan að hæg til að segja það sé ekki að virka af því það er ennþá bara það nýtt. Það er í rauninni ennþá bara 3-4 mánaða gamalt og ég myndi segja að það sé virkilega ótímabært að segja að það sé ekki að skila árangri. Að mati Brynju getur minni fjárhagsstuðningur við Úkraínu undanfarna mánuði, meðal annars átt skýringu í hægagangi stjórnsýslu. Ríkin að reyna að átta sig á hvernig þau koma þessum ákvörðunum í gegnum kerfin heima hjá sér. Það að ákveða að kaupa kannski ekki vopnum sínum heimaframleiðendum, heldur kaupa bandarískum framleiðendum til að senda til Úkraínu, geti í rauninni kannski stýrt meira af hverju þetta högt er eða þessa gífurlega minnkun í sumar á sér stað og þegar uppi staðið snýst náttúrulega auðvitað að það er búið að samþykkja pólitískt að evrópsk ríki þurfa að gera meira, þurfa að verja meira til varnarmála og spila stærra hlutverk í að styðja við Úkraínu. Nýr loftslagsvegur Veðurstofunnar sýnir að Íslendingar megi búast við meiri hita, meiri rigningu á Norðurlandi og örari sjávarflóðum víða. Þetta er miðað við að losun aukist í samræmi við þróun síðustu áratuga. Vefurinn á að opna á samtal breytingarnar og hvaða áhrif er hægt að hafa á þær. Áhrif loftslagsbreytinga er hægt að sjá með myndrænni framsetningu á nýjum vef Veðurstofunnar, Loftslagsatlas Íslands. Við getum hort á hitastigsbreytingar, úrkomubreytingar og sjávarstöðubreytingar og hvernig þær þróast inn í framtíðina á Íslandi. Á vefnum er hægt að skoða breytingar á veðurfari miðað við árstíðir sem byggja á sviðsmyndum milliríkjanefndar Sameinuðu þjóðanna. Þær eru svo niðurreiknaðar á Ísland. Við höfum valið 3 sviðsmyndir, það er þá veikasta sviðsmyndin sem snýst að við séum að losa sambarlegt við það sem við höfum verið að gera og það dragist svo úr losun. Kannski líklegasta sviðsmyndin er miðlungssviðsmyndin þar sem að losun heldur áfram í takt við þá þróun sem hefur verið að eiga sér stað og svo erum við aðeins ýktari sviðsmynd þar sem að losunin er að aukast. Á þessu korti sést meðalhiti í byrjun aldarinnar í samanburði við lok hennar, miðað við að losun haldi áfram í takt við núverandi þróun. Á Austurlandi gæti meðalhiti hækkað allt að 2,5 til 3 gráður í lok aldarinnar. Miðað við loftslagsatlasinn gæti uppsöfnuð sólarhringsúrkoma aukist 30 til 60 mm hér á Egilsstöðum á ári, en allt að 120 til 150 mm á Seyðisfirði. Þetta er miðað við að losun gróðurhúsalofttegunda aukist í samræmi við þróun síðustu áratuga. Hérna á Akureyri hækkar hitinn aðeins meira heldur en fyrir austan eða 3 til 3,5 gráðu miðað við næstu aldamót. Og þá má gera ráð fyrir að þurrkadögum fækki en sjávarflóð getur komið oftar og orðið dramatískari. Hitafarsbreyting er minnst sunnan til á landinu miðað við aldamótin. Í Reykjavík gæti hitinn hækkað alltaf 2 gráður á þessu tímabili. Þá er líklegt að sjávarflóð verði algengari og gæti náð lengra upp á land miðað við útreikninga loftslagsatlasins, sérstaklega hér í Reykjavíkurhöfn, á Seltjarnarnesi og Álftanesi. Ef að sjávarstaðan hækkar þá eru 50 ára flóð sem er í dag að gerast miklu oftar í framtíðinni og verður ekki lengur 50 ára flóð. Á þessu korti má sjá breytingar á uppsafnaðri meðalúrkomu miðað við aldamótin. Mesta aukningin er hérna á svona hálendi og Norðurlandi.
Anna Hulda segir að nota megi loftslagsatlasinn til að taka upplýstari ákvarðanir til framtíðar. Það í rauninni það sem við viljum gera, opna á þetta samtal. Hvað það sem við erum að horfa á? Hvaða breytingar að eiga sér stað og hvað það sem við getum haft áhrif? Þannig að við getum gert okkur í hugalund til dæmis hvað gott að byggja og hvað ekki gott að byggja og getum tekið ákvarðanir út frá þá vísindalegum gögnum. 8 gripum úr skartgripasafni Napóleons var rænt af Louvre-listasafninu í París í morgun. Ránið átti sér stað við opnun safnsins. Ræningjarnir eru sagðir hafa komist inn í Apollo-salinn með því að brjóta glugga og flytja gripi á brott með liftara sem utan við safnið vegna viðgerða. Þeir hafi síðan flúið með gripin á rafhlaupahjólum. Ránið tók þá 7 mínútur og fjárhagslegt verðmæti skartgripanna mikið. Safnið var rýmt þegar upp komst ránið. Kínamúrinn einn af vinsælustu áfangastöðum ferðafólks í Kína, ef ekki sá vinsælasti. Og það hægt að upplifa hann á mismunandi hátt, eins og fréttamaður RÚV fékk að kynnast. Fyrsta ráðið sem ég fékk var að finna afskekktan staf á múrnum þangað sem fáir fara og hægt að upplifa þetta ótrúlega mannvirki í nánast algjörum friði. Það hægt í Kína. En ég ákvað hins vegar að sjá múrinn í fyrsta skiptið með mörgum öðrum. Helgar og mánudögum eru mun fleiri og í júlí og ágúst allt fullt af fólki þarna. Ef að Gullfoss og Geysir, Almannagjá og Hakið þykja stundum yfir þyrmandi út af ásókn ferðamanna, þá Kínamúrinn ekkert öðruvísi. Við erum stödd á svæðinu á múrnum sem heitir Badaling, sem rétt hjá Beijing. Og þess vegna mjög vinsæll áfangastaður þeirra sem að koma frá höfuðborginu og vilja sjá múrinn. Mér sagt að þetta sé frekar rólegur dagur hérna á svæðinu og það aðalega heimamenn sem að heimsækja múrinn núna. Fyrstu hlutar Kínamúrsins voru byggðir fyrir 2500 árum. Badaling-parturinn mun yngri, hann var byggður á 14. til 17. öld og var ætlað að verja Beijing í 60 kílómetra fjarlægð. Þessi partur múrsins á heimsminjaskrá rétt eins og Þingvellir. Og það var greinilegt að fyrir Kínverja, bæði unga og aldna, það mikil upplifun að koma þangað. Kannski álíka og fyrir Íslendinga að koma á Hakið og í Almannagjá. Gömul rúmföt, handklæði og bómullarbólir fá nýtt líf sem vélatuskur í höndum starfsmanna plastiðunar Bjargs Iðjulundar. Það eina sem þvælist fyrir þeim að rífa efni merkt uppáhaldsliði þeirra í enska boltanum. Við erum að taka svona bólir, tökum þetta í sundur, klippum svona. Nú þessi bólur bara orðin að tuskum? Já. Nú bara að setja í svona pokar, setja í þetta og það bara pakka tuskunum í svona pakningar. Bragi og Elma eru starfsmenn hjá plastiðjunni Bjargi Iðjulundi á Akureyri sem starfsþjálfunarstaður. Þar hafa þau framleitt tuskur í massavís undanfarin ár úr því sem annars teldist ónýtur textíll og hafa vart undanvaxandi eftirspurn. Þetta hefur bara verið stækkandi hjá okkur undanfarin ár. Við erum að fá rosalega mikið inn frá Rauða krossinum og svo eru aðilar að bætast við skóaböðun, komið handklæði sem fólk skilur eftir, skemmtiferðaskipin og líka bara fólk hérna á Akureyri að koma inn til okkar og eru taka til í skápunum, komið eitthvað gamalt. Tuskurnar eru mikið notaðar í iðnaði eins og á verkstæðum og koma þar í staðinn fyrir gamla tvistin. Það er bara gert lítið gat hérna og tekin út og ein tuska til þess að nota í til þess að þurrka upp olíu eða bara vera með til að vinna við vinnar. Þá einhvern tímann eitthvað svona sem ykkur finnst smart og erfitt að rífa? Já, ég var nú Manchester United handklæði og fékk að hirða. Ert þú Manchester United kona? Já. Starfsfólkið segir vinnuna gefandi þó tuskurnar séu fyrir löngu orðnar óteljandi margar. Ég nú búin að vera hérna í 3 ár og mér hlakka alltaf jafn til að það komið í vinnunni á mótnana. Það eru nú ekki allir svona heppnir að finnast svona gaman í vinnunni? Já, það allir bara hérna brjóstin sem maður huskar það. Og maður er líka heppinn að hefur þú heilsu
til þess að geta unnið. Þá að veðri. Lítið lægðadrag í myndun suðvestur á landinu og úrkomusvæði frá því gengur inn á suðvestanvert landið í kvöld. Á morgun verður norðaustlæg átt 5 til 15 metra á sekúndu og það verður hvassast á Vestfjörðum. Rigning eða slitta á suðvesturlandi og jafnvel snjókoma tíma annað kvöld. En nánar veðrið að loknum íþróttafréttum. Íslenska kvennalandsliðið í handbolta mætti í dag Portúgal í undankeppni EM. Það var nóg af vafasömum atvikum í annars æsispennandi leik. Botnbaráttan í bestu deild karla ætlar að verða allsvakaleg allt til loka. Afturelding og KR gátu bæði fallið í dag. Og Árni Gautur Arason segir frá Huntington sjúkdómnum sem hann glímir við. Taugahrörnunarsjúkdómur sem greindist nú með fyrir svona 10 árum síðan. Ekki missa af íþróttum hér strax að loknum fréttum. Áður við kveðjum ykkur skulum við renna yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Félag flugumferðarstjóra hefur boðað til 5 tímabundinna verkfalla í vikunni og það fyrsta hefst í kvöld. Hálaunastétt segir SA sem fari fram á meira en aðrir hafi fengið. Ísraelsher og Hamas samtökin saka hvor aðra brot á vopnahlésamkomulagi. Yfir 30 féllu í loftárásum Ísraelshers í dag og herinn hefur stöðvað neyðaraðstoð til íbúa Gaza. Allt högt á stuðningi mjög slæmt fyrir Úkraínu og kostar mannslíf á víglínunni að mati öryggis- og varnarmálasérfræðings. Stuðningur Evrópuríkja hefur dregið saman rúmlega 40% frá því í sumar. Og þá þetta upptalið hjá okkur þetta sunnudagskvöldið. Við kveðjum ykkur með myndum sem Hjalti Stefánsson tók á Seyðisfirði í gær og við þökkum ykkur samfylgdina helgina. Hafið það gott og verið sæl. Sátum upp í hlíð og horfðum yfir fjörð með nætur sumarsólin vakti yfir okkur öllum við vorum ekki neitt og eftir langa stund við gengum fram að klettabrún kölluðum út í loftið orð sem á RÚV í kvöld. Svo byrjaði ég að hekla náttúrulega, gera svona renninga og hekla úr því. Landinn, þáttur mannlífið í landinu. Landinn leitar upp í skemmtilegt fólk til sjávar og sveita og skoðar áhugaverða staði.